Ég var að googla í gær. Það þá fer maður sérst í Vafra. G-O-O. Hvað varstu í tölvunni eða varstu einhvers staðar ekki við tölvuna og fékkst hugmynd og ég verð að googla þetta, ég verð að komast að meiru þetta? Ég var að horfa á Ara Eldjárn fyrr daginn og kvöldið þá hugsaði ég að því ég hef svo ótrúlega oft heyrt talað þannig að þú veist þegar að vera að tala Danmörku þá svona að vera að tala en það flatt land eitthvað, þeir eiga engin fjöll en þeir eru með eitt fjall og fjallið það bara hóll. Íslendingar einmitt, ég hef heyrt þetta líka alveg bara frá því að lítill að hafa Íslendingar vera með smá svona fjallarhroka út í Danmörku. Hvað, þú veist, sjá þessi fucking motherfucking fjöll. Það að sjá þessi fucking fjöll, hvað þetta? Hey Lars. Og ég hugsaði, þetta pottið eitthvað svona, þetta pottið bara fjall. Þetta bara rasismi, þetta örugglega flott fjall. Já, þetta bara örugglega fjall og við erum eitthvað, því að fjallið ykkar ekki jafn hátt og þetta fjall. En ég googlaði þetta fjall og þetta fjall algjör bitch. Ég alveg tala Arnar, hvað meinar þau? Nú erum við ekki með tengdan skján, getum við ekki séð þetta fjall Himmelbjarget að ég heitir það Himmelbjarget? Já, Himnafjallið. Já, núna allir að gera sama gauti í gær, bara googla þetta. Já, þið verður búið að googla þetta, við nennum ekki lengur við erum hættir að setja á skjáin. Já, ok, þetta alveg frekar getur þú að setja á skjáin sem við sjáum það? Já, held að. Hanna, sjáðu. Býtu, ertu með þetta ertu með aðna frá þetta já, þetta ekkert sérstaklega hátt. Þetta ekki neitt, þetta svo Ártúnsbrekkur. Þetta líka, þetta fjall? Þetta ekki bara skóur? Sko, fyrir fólk sem býr á Sauðárkróki, þá þetta svona eins og nafirnar. Sýndu aðra mynd og ég elskaði að byggja eitthvað svona turn upp á þessu eins og þetta væri bara... Já, eitthvað til að undirstrika það. Þarna setjum við vitin þarf að vera hátt uppi. Þú veist, vitar þurfa reyndar að vera hátt uppi. Þessi mynd þarna finnst fyrir neðan þessa? Þessi? Nei, vinstri, þarna þessi. Já, sjáðu. Þetta mesta pussy ass fjall. Þetta ekkert fjall. Það ekki grínið? Að fjall þarf að uppfylla einhver skilyrði sem að þessi hóll gerir ekki. Þú veist, að hljóta við einhver skilyrði, það getur ekki bara, þú veist, hver sem hvað hóll sem identifæða sem fjall. Hefurðu séð þarna, ég veit ekki af hverju ég búin að sjá svona ógeðslega mikið af því undanfarið, en þegar að Bretarnir fara og setja svona ost í brekku. Já. Hefurðu séð það? Ekki þættir á Netflix það sem eitthvað svona obscure eitthvað? Jú. Þetta í því? Já, sem eitthvað svona fullt af hlutum sem að við vissir ekki verið til. Já. En hér heimsmeistarinn í þessu kjartaði. Andrar á Flandri, þeir fóru á okkar líka. Já. Það geðið ekki þetta. Já, ég sammála því. Já, skemmtilegur Andri þarna. Hvað segirðu? Þáttastjórnin, skemmtilegur. Já, þeir eru tveir andrar í Andrar á Flandri. Já, nýtt eitthvað. Það svona Andri sem í með okkar augum. Og svo Andri sem hann þátturinn sem hvað segir, ekki fötluðu einstaklingarnir eru með, skilur stýraþáttagerð. Já, sem hann svo mikil king, sko. Já, og það hann hinn Andri. Sem var alltaf með Andri á Flandri, ekki? Jú, já. Í Andrar á Flandri. Ég veit ekki okkur útskýrt og svona mikið. Báðir eru geggjaðir dagskrárgerðarmenn, finnst mér, og sko kemistrían milli þeirra tveggja, hún svo falleg. Það bara, þú veist, þeir eru ég svona ég fíl líka, þeir verðast alveg svona báðir verða þreyttir á hvorum öðrum og þannig, þú veist, þeir eru bara svona eins og gömul hjón, eins og ég sagt einhvern veginn. Ég spáði eins og með hennar þátt þeirra? Nei, þú veist, eins og bara með okkar augum að, þú veist, maður hefur gaman að þessu líka og maður hefur líka alveg gaman að sjá, þú veist, að þetta fólk sem kannski aðeins á öðruvísi heldur en það felst í nafnum, það gaman að sjá hlutina með þeirra augum. Já, og ég, svona, á einhverjum tímapunkti var ég alveg býtið, erum við að gera grín? Þú veist, erum við að horfa býttu, hvað? Nei, þetta væru minna skemmtileg viðtöl ef að það væri ekki smá funny take-off, skilur og en það verður svo beautiful chemistry, skilur eins og
þú segir, með okkar augum, skilur, það hérna Andri sem var með okkar augum með aðeins annað take á bjórverksmiðuna heldur en Andri það er svolítið það sem gerir þættina er Andri kannski með eitthvað svona þú veist, eitthvað svona hefðbundnara take á bruggerð og bjór og eitthvað og það er rétt, hinn Andri úr þarna með okkar augum hann hvernig hann upplifir þetta með sínum augum og miðlar því sem þáttum er mögulega það sem gerir þess að þetta er svona fucking geggja. Já, og líka bara By the way, þessi þættir náttúrulega snerist að þeir myndu hitta Mr. Bean sástu loka þáttinn? Þeir hittu þessu fucking eftirhermu spoilum bara, spoilum þessu bara það er að koma spoiler Andraflandri Ég er búinn að segja hann sko Þú veist, þátturinn var Andrar á Flandri, undirskriftin minni mig var leitin að Mr. Bean Já, ég var að skoða þetta descriptioni og svo hitta er bara ég sko snapp og mér fannst þetta ekki einu svona það góð eftirherma Það fór í töðunar á mér að þetta var byggt upp allan tíman Ég vildi þér hefði bara ekki hitt neitt Ég hugsaði bara það pínu fyndið ef einhver stofnun gæti fengið, heitir hann Rowan Atkinson hann er samt, hann sko þeir með, þú veist, það þeir hitt hann ekki kom mér ekki á óvart, því ég vissi að hann er ekkert að koma fram publicly í rauninni þú veist, það eru til örfá einhver sjaldgæf viðtöl við hann sem ég mæli með að fólk horfi á, hann er skemmtilegur maður en hann er mjög private persóna og myndi pottþétt, þú veist, þegar hann fær eitthvað símtal frá rúfum að það sé ykkur 2 sprelligósar að koma til Bretland segja og skoða bruggversmiður og horfa á ostafar niður brekku og þeir alltaf enda á að hitta hann þá er hann ekkit sett það eitthvað í forgang sko. Já, en það sem mér hefði það sem hefði selt þetta símtal ég hefði haldið, ef þetta væri bara við podcastalinn að mæta eitthvað og horfa á osta og eitthvað en ef þetta er bara, já, þetta er hérna Andri hann er með svona þátt, hann er með þátt sem heitir með okkar augum og þetta eru nokkra einstaklingar sem eru fatlaðir sem eru samt ótrúlega góður í dagskrárgerð og þeir eru bara að leggja allt sitt á mörgum bla ef þetta símtal fer út þá get ég ímyndað mér að það sé svona já, fuck it, let's do it við förum bara eitthvað, en í staðinn sendu þér eitthvað ég veit ekki eins og hvað þetta var Var sýnta sem senda á hana? Nei alls ekki, þeir eru bara, þú veist, þættin í gangum það þeir eru að ferðast Bretlandseyjar þú veist, í ákveðnu tilgangi, þeir eru að skoða bruggversmiður og hitt og þetta, en svona, þú veist, þetta er sett upp eins og þeir séu að leita á honum út allt, eitthvað svona, við erum að fara til Norður-Englands og leita á honum þar hann var ekki þar þeir eru alltaf að fara, sko, hann, hérna Andri, okkar augum Andri, hann er með, hann kann alla Mr. Bean þættina utanaf hann veit nákvæmlega hvar þeir gerðust þeir eru líka að fara á söguslóðir þáttana þú veist það er bara jæja Andri hvar er við nú og hann bara útskýrir bara þetta er bara þessi þáttur þessi sena Mr. Bean segir þetta og þetta gerist það er frekar trilltur endar já þetta er hérna það er dálítið fyndið að vera með þráki fyrir Mr. Bean af mörgu af öllum karakterum ég var með smá Mr. Bean þráhyggju sko þegar ég var lítill af því að þetta var svona voru ekki bara allir kalkúnaþátturinn þetta er líka svo þetta eldist vel sko það er ennþá gaman að sjá þetta og mann hlær alveg á sömu stöðunum að þeim var lítill en sko þegar ég var lítill þá nefnilega var þetta þannig að pabbi kom sko einhvern veginn heim frá útlöndum og náttúrulega í gamla daga þegar það var svona meira allan að hjá mér og Sauðárkróki það var pínu rera foreldrar sem væri ekki að fara út og þá var það bara 100% að pabbi komið heim með gjafir frá útlöndum og þá kom hann með svona Vaff-Hess-bólu sem var ekki til í Íslandi Mr. Bean, sería þetta og hitt og það var alveg frábært það var alveg frábært Nei, er þetta ekki alltaf búið dæmi að þegar að fólk fór til útlanda þegar það var svona smá eins og fólk væri fólk fór til útlanda og hérna kom tilbaka með ferðir sko, hvar var þetta fólk? Já, einmitt Sér maður hugsa í dag, þá voru fóldrar maður að þetta bara að fara að drekka bjór Já, voru bara eitthvað í Edinborg að kýla í sig Já, og kefti síðan bara eitthvað Toblerone í samviskupið Pappi greip einhverja Mr. Bean Vaff-Hess bara í fríöfninu bara á leiðinu upp í flug, farið að kalla hann upp og hann er eitthvað, tek þetta kjaftaði Ég eitthvað bara alveg, ennþá í góðu skapinu maður þarf að minna sá sko, sérstaklega sem ég er með náttúrulega krakka 9 ára og 5 ára að maður þarf að minna sig á það hvað litlir hlutir skiptu miklu máli þegar maður krakki, eins og bara slímhendi þegar þú fækst slímhendi þá gat það verið bara vika af
geggjuðu dóti þangur til að þetta var orðin bara mjög síkt meira þess að sko slímhendi ég man sko meira þess að þegar þú fekk slímhendi og hún var orðin sko ógeðsleg og það var svolítið að fara að renna upp fyrir manni að þetta væri frekar ógeðslegt þá fekk maður sér bara nýja byrjaði bara búið nýtt ný fersk slímhendi, hvað var betur en að fá nýja ferska slímhendi eftir að hinn var nóni það er ekkert verra en slímhendi sem er orðin loðin já, einmitt, orðið búin að draga þessi hár og ryk og sand slímast ekki lengur nei, slímast ekki lengur nei, hún bara svona nutt núna er þetta ekki virk, er engin funksjón í þessu nei, þú svo reynir maður kannski að þvona í vaskinum eitthvað, það gerir ekkert gagn það er bara, hún er ógislegri hún er verri eitt þetta munið þið eftir hérna, þegar maður gætt keypt bóli alveg svona sama þjappaður sem settur í vatn manni eftir ég myndi ekki eftir því fyrir en þú sagði þetta var geggjað ég er enda sko mann eftir svona hangklæði ég fekk eitthvað svona Bart Simpson ból eða eitthvað ef maður rétt sko af hverju fannst mann svona umurlegi hlutir svona þetta er enda ekki umurlegi þetta er mad science við fórum til Tenerife hérna bara rétt fyrir COVID bara rétt áður en að kom sandstormur og allir voru lokaðir en okkur hóteli það gerist sko 3 dögum eftir að við komum heim og við fórum að það í febrúar á síðast ári á þessu ári já. Og maður, þetta er búið að vera svo ógeðslega langt ár en þá voru við maður var að labba fram í svona markuðum, skilur út á götudæmi og bara einhver svona kattarstitta sem maður ítur og takka á hún eitthvað mjá og þær eru bara við verðum að eignast þetta og ég er bara svo guð, skilur ég er bara með 400 kall sem þetta kostar og ég ákveð bara hvort að dagurum verið illaður ekki þú ákvarðar bara eins og í Gladiator og bara já við höfum ekki tíma, við höfum ekki pláss fyrir þetta og það er sko, það er svo fyndið hvað þeir tala mjög reglulega bara, við verðum það er bara, pabbi, verðum við ekki að fara einhvern tíma til Tenerife aftur, þá vita það skilur að fá ís alla daga, það er að fara á eitthvað barnadiskotek og hitt eitthvað vélmenni alla daga fá slímhendur, þetta er geðvægt. Lifið svo kongar. Þetta er geðvægt dót, sko. Já, Tenerife. Það er ekkert sem veitir mér mikla ánægju í dag og slímhendi gerði fyrir mig. Nei, maður er búin að pröfa svo mikið og þetta það sé að segja er að, þú veist, krakkarnir fara aftur og getur verið að þeir svona fara á diskoteki, but doesn't feel the same, skilur. Já. Höfum við ekki rætt þetta? Hef við ekki sagt ykkur frá því þegar ég fattaði? Jú. Já, þegar ég var að leika með legokalla og þeir hætti að virka. Það mjög skeri dæmi. Skeri moment að þú fer alltaf að þurfa meira og meira og þú veist að ertu bara farin að ríða gúmmírasi. Þetta er alltaf þannig. Það er allt farið úr böndunum. Já, þetta er sko það byrjar í einhverju slímhendi, sakleysislega í æsku og svo endar við brjáluðu ógeðsklámi. Já, svo lesir þetta. Ef að svara fyrirspurnum. Jeps, það sem við ætlum að gera. Getur spilað lagið? Þetta er tilbúinir að byrja hvað er að spila? Þetta er Million remix af intro-læginu af dagskráliðinum þar sem við svörum fyrirspurnum frá hlustundum. Ég er engin Million remix. Oh my god, þú fyrst Illa remix. Verið velkomin í dagskráliðin þar sem hlustendur sendin fyrirspurnir og við reynum að svara þeim. Má ég byrja? Já. Ok. Það er hérna 1 gaur með 3 spurningar. Það eru númerar 1, 2 og 3 og ég ætla að byrja á 2. Þú ætla að byrja 2? Ok. Sælir piltar og takk fyrir gott hlaðvarp. Ég er með nokkrar pælingar fyrir ykkur. Ég vil bara byrja á 2 af því að mér finnst þetta fyrir góð spurning. Hvað er þið ykkar last meal á Death Row? Geðvík spurning. Já, þetta er solid spurning, maður. Wow, ok. Hver á að byrja? Eru þið með þetta? Sko... Ekkert eitthvað sem þið eru stoltir af, sko. En já. Ég myndi alveg... Ég myndi bara straight up fá mér hérna... Þetta er Gordita Cheese Crunch á Taco Bell. Já. Fá mér 2 þannig og Pepsi Max í glasi. Ég sko... Og klaka? Já, klaka.
Ég meðri liði. Ég sem líka mikill Taco Bell maður. Ég myndi mögulega bara fá mig Volcano Box á Taco Bell. Þú veist, með stóru glassi af Mountain Dew. Ég hef einu sem fengið með Taco Bell og það var með þér, fyrir löngu. Og við vorum Þú mögulega finnst að Arnarnir elskir Taco Bell. Já, alveg. Fuck já, maður. Mér finnst það ógið, sko. Já, kannst ekki gott að meta maður. Jú, kann ég gott að meta. Ég kann bara vil ekki setja slím hendi í magan á mér, skilur Þetta er alveg eins, sko. En, halló, ekki að vera með leiðandi út í Taco Bell. Nei, ok, fyrir ekki, ég ætla ekki að vera með það. Sko, ég ætla að segja, þú veist, Taco Bell er góð hugmynd, af því þetta yrði að vera eitthvað svona, þú veist, alveg pizza og hamburger eru góðir og þetta væri gaman okkur, þetta yrði að vera eitthvað svona, þetta yrði að vera eitthvað matur sem alveg svona, má vera sloppy. Er eitthvað meira, bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað bara tilfinningin væri, þú veist, það væri gott að borða þetta og minningarna sem þessi matur einhvern veginn veitir þér áður en bara úrslögt á þér. Og þá hugsa ég bara eitthvað Shit, hvað þetta skilur. Þess vegna ekki borða holdgöt út af því þú ert ekki fyrir rækt. Nei, þú ert ekki að hugsa það. Þú ert ekki fyrir rækt, þú ert að fara að grillaður hausinn með rafmagni. Svo ég myndi grínlaust fá mér eitthvað mömmumat. Ég myndi fá mér mjólkugraut með slátri. Með sko bæði, ég væri bæði til í kaldslátur, bæði blóðmör og lifrarpylsu út á grautinn og bara nýmjólk, jafnvel bara rjóma sko, og líka pönnusteikt slátur on the side með strásigri og hana. Þá ég bara eitthvað að bókja á drepi mig núna. Myndir ekki samt vera hágrátandi að borða þetta? Jú, eða þú veist, ég væri örgulega líka bara grátandi yfir að þeir væri að fara að binda enda á líf mitt, ég sem er svona ungur og fallegur, en þú veist. Oh my god, hvað þetta er hæðilegt. Ég veit hvað ég myndi fá mér. Ég myndi fá mér þetta eru 3 hlutir sem ég myndi fá mér. Ég myndi fá mér pítsu sem mamma bakar sem hún er kassala. Já. Og classic. Ef ég fæ þegar ég er hjá mömmu þegar ég á ammali þá vel ég alltaf þetta svona mömmu pítsu og hún bakar degi frá grunni skilur, þetta ekki, hún fer ekki í IKEA eins og ég gerir. Þetta alvöru mamma. Og hún gerir frá grunni og ég meiri segja þú veist og ég veit að mamma hlustar á þess að þetta sko, þetta er ekkert eitthvað besta pizza í heimi en það er ég ætla að það sé eitthvað annað fyrst að mamma er að hlusta. Nei, hlusta, hún er góð en ég segja þú veist þetta er ekki flatey pizza skilur þetta er ekki pizza beint frá Ítalíu Nei, en hlusta, það er samt sko bragðið af þessar pizzu. Fyrir mér er þetta lang besta pizza heima því að hún bæði vekur upp eitthvað svona childhood minningar og kemur eitthvað ákveðin lykt og það er eitthvað svona ákveði sem mamma gerir sem gerir þetta að bestu pizza heimi. Það sem ég er að segja ef þið myndu fá þessa pizza núna eitthvað myndi ekki finnast vond en þið varu ekki hei, þetta er besta pizza sem ég smakkað, skilur Mér líður samt eins og við myndum kannski samt skilja af hverju þú elskar hana svo mikið. Já, þannig er svolítið mömmpizza. Og síðan eru 2 aðrar hlutir sem ég myndi fá mér. Ég myndi fá mér appelsín í dós. Appelsín dós lítilega stóra. Stóra appelsín dós eða 2 litlar. Þegar ég búi með 1 litla þá langar mér alltaf aðra. Já, og hún er sko, hún er ísköld og þau er búið að spreyja svona vatni á hana svo hún virki ferskari. Ég vil ekki klaka, minnst klaki fokk upp gósi. Af því minnst það gera vaskent og verra. Síðan eru 2 hluti sem ég myndi fá. Ég myndi fá mér, ég myndi hringja í kokkinn sem var með núðluhúsið, sem var fyrir ofan Bónus og Laugaveginum. Sér hvað mikið vesen að drepa þig. Býtu, þetta eru 2 hlutir viðbót. Þú ert alltaf að segja 2 hlutir viðbót. Nei, ég er bara búið með 1 hlut. Okay. Pítsan og núðlunar. Já. Og gósið. Ég býði þig. Og það er 3, það er rétt og nú þú var að hringja einhvern kokk. 3 SP, ekstra kasjunötur, ekstra sósa. My god, hvað ég saknaði þess réttar. Hvað heitir hann sér? 3 SP. Hvað er það fyrir ekki? Það er kasjú kjúklingarnetur í súrsættisósu. Já, ok. Og í eftirrétt myndi ég fá mér, það heitir mömmu terta. Og það er ekki eitthvað sem mamma gerir, mamma keypti það bara. Þetta er svona jólaterta sem er í 3 lögum með krema á milli, 2 röndum af kremi, svona brún. Já, með svona pipar kaka. Já, piparkaka. En pipar, samt kaka, skilur. Já, ég skil ekki pipar. Og ís í næstu í frosnamjólk með. Er svona rím í mjölkinni? Nei, það er ógeð. Það er frostmann. Ég missætta við að ákveðum báðir að enda veru okkar á þessari jörðu með einhverju mat frá mömmu okkar. Því þess mömmustrákar eru við. Já. Ói.
Mamma, by the way, þú veist, þú ekki minnskilja þetta sko. Vá, þið óluðu 2 aumingja, hún er ánægð með ykkur en það eitthvað fertugsaldri ég vil fá þessa pítsu, ég langt sinni fengi mömmupítsu mamma, please já, þetta eru þeir réttir sem ég myndi fá mér og já, og síðan myndi þeir grilla mér hausinn með rafmagns, með svona járn já, ég myndi vilja fara þannig þú veist, með rafmagninu, mér finnst eitur hljóma ömulega ekki bara þessi tveir, þú veist, það ekkert vera mér finnst að, af hverju ekki bara á meðan þeir að gera þetta, ég ætla auðvitað á móti döðurafsingum, en á meðan þeir að gera þetta, þá finnst mér að það ætti að vera afhauðsölið bara, ég en ekki bara skjóta það í hausin nei, bara gera eitthvað meira úr ég er sammála, mér finnst sko að þegar núna ég held þeir séu ekki að nota rafmagn lengur þar í þeim löndum þar sem þetta ger. Ég held að sé alltaf eitur og eitur er svo mikið, ég veit ekki, mér finnst það bara eitthvað bits move maður. Svo líka stundum virkar þessi eitur ekkert og í einhverjum ríkjum held ég mér að þeir hafa hætt auðræsingum af því að senst þeir eru reyndu þá virkaði eitur ekki og maður er bara þjáður skeitt lengi. Þannig að það var bara þannig eitthvað brannað innan en lifði það einhvern veginn alveg hræðilegt sko. En ég er sammála, þú gerir engin mistök, þú bara afhauðar menn. Þú veist, það er ekkert vámál og ég held þeir finna ekki eins og fyrir því. Ég held að það sé bara quick and painless og það er pínu cool þú veist, það er pínu töff að horfa á það henda hausuna með þeirra upp á spjóti eða eitthvað aðeins fyrir út af fangelsi minnast að bóa á að væri samt ekki hérna það var náttúrulega verið að gera bíómyndir þetta nákvæmlega en þegar maður þessi 2 fangar á death row að það sé gert eitthvað svona smá entertainment úr því þú veist, eitthvað svona, þeir fara í gúlagið. Það kipti miða? Nei. Já, bara eitthvað svona, þú veist... Þetta er svona street fight? Já, bara þú veist, 2 menn og já, bara eitthvað svona Hunger Games dæmi. Já, bara annar er frjálsmaður. Eða svo sem að lifir af dreipir hérna, þannig frjálsmaður. Er það ekki meiri svona tough and criminal frá afturinn? Já, ég myndi bara stinga honum í annað fangilsi fyrir að dreipir mann síðan. Eða þá að þeir ætti að vera sendir á einhverju svona, þú mátt velja, annarkvort deyrðu eða ert sendur á glæpaeyjuna. Já, reality TV. Það sem ekki svo glæpaeyja. Og allt ekki upp, er það ekki? Myndi ekki fólk vilja fylgjast með föngum 24/7? Fólk myndi fucking tjúna inn. Fólk myndi tjúna inn. Veistu hvað, allir myndi dæma, öllum finnst það ógeðslegt, en allir myndi horfa. Já, það myndi allir horfa. Þetta er Prison Games. Prison Games? Wow. Prison Games. Og þetta heitir Prison Games. Og þar myndu þeir fara í svona Prison Survivor. Já, bara. Og sendir svona en líka Prison Bachelor og það er alltaf að gerast þessi vegir. Prison Bachelor, já. Ok, þetta ekki... Úf, herrið, sko, hugmyndin sem var að koma að seríu núna er 20 fangur á eyju og hvað heitir gaurinn með Survivor? Þetta var svona spin-off sería úr Survivor. Þetta er Jeff. Og það sem er kosin af eyjunni, hann fer í ramastólun. Já, þú varst hérna kosin til að fara að dey. Ræðilegt. Algjör sigur. Okay. Er þið búin að skrifa þetta niður? Hvað ætlaði að gera? Tala við stöðu 2 eða eitthvað? Já, það hefur verið verið þættir á stöðu 2 en þetta. Já, algjörlega. Herðu, vilt þú lesa og ég lesa aftur? Ef þú ert ennþá í sama gurnum. Hvað segir þau? Ertu ekki ennþá í sama gurn? Jú, ég er samt mikið að flakka á milli, eitthvað bara... Ég var svo forröndin að heyra, þetta var geðveik spurning. Já, býtu. Hann er bara uppbóðs innsendandinn. Já, sko næsta er kannski smá umræða sem við höfum tekið. Það er þar sem að Gauti fekk uppeldi í borginni og Arnar ólst upp á að vera í bífi við næsta smábæ sem barn. Það er nú ekki alveg þannig, ég var nú ekki alveg í bífi, sko. Það er svona meira kynslaðan og undan mér, sko. Langar mig að heyra ykkar sjónarhorn á hvort sem er næs fyrir börn að alast upp í borg eða litlum bæ. Já, búin að sjá þessa spurningu og ég er með svar. Ok. Fyrst... Ertu bara með svarið hvort er betra? Er eitt betra? Nei, ég er með eitt, þú veist, svar sem ég held að sé betra. Og niðurstaðan mín eftir að hafa fyrst ætlað að fara að rökraða við þig hvað var ég ömurlegt að vera í sveitinni og svona. Ég helst að ég væri bara að fara þangað bara fucking borgin, étu börnin sín og þú veist, ég sé það á ykkur 2 en aldrei upp í borgin eða eitthvað að ykkur. Ég held að svarið sé, ef þú ert með heilstifta foreldra, þá held ég sveitin sé betra svona upcoming platform heldur en eitthvað annað. Bara stutt svar? Ef ég ætti að velja. Nei, þú veist, ég bara spá í... Fyrir ekki eftir í hvar líka? Jú, en ég er að spá í bara
sko auðvitað væri best of both worlds best, skilur, að vera eiga kannski heim í Reykjavík en hérna þú átt og af í sveitinu og getur alltaf farað á sumrinu eitthvað en ég held bara að eins og ég ekki að fatta núna náttúru í raun og veru fyrir bara post 30 sko. Bara fatta náttúru? Nei, ég allt í að átta mig á því hversu mikið ég þarf á náttúru að halda fyrir bara andlegu hliðina mína. Mér líður langbest þegar ég bara í einhverjum skógi eða upp í sumarbústað eða einhver staðar bara að tala við bara einhverju rjóðri að fróa þér. Já, bara það. Ég held að það sé gott sko, eins og og síðan alltaf fólki bara hafa það í huga að Reykjavík í samanburði við raunverulegar stórborgir er bara sveit, þú veist, Ísland bara ein stór sveit, sko, en jú, þetta náttúrulega, þú veist, þétt hverfi eða búa í einhverju smábæ. Ég held sko að það besta, þú veist, það er ómögulegt að segja til hvort betra og hvort þú verður eitthvað heill eða þú elst upp þarna eða þarna, en ég held að það sé mjög gott að kynnast báðu. Ef þú elst upp eins og þú í Breiðholtinu, þá held ég að það sé mjög gott fyrir börn að koma í sveitina og kynnast náttúrunni. En síðan sko Breiðholtið, það sem að fólk fattar ekki í dag er að við vorum bara í sveitinni af því að síðan alltaf það líka við Breiðholtið, skilur, og fólk bara aðeins lengra enn Seljakörfi þá varstu bara komin, þá voru bara kindur höstar þannig að þegar ég 10 ára 11 ára, þá fórum við oft upp á Vassenda það sem er núna bara Kópavogur þar var bara sumarbústaðalendi og þar gastu bara labbaði út í buskan sko, og síðan bara næsta sem tók við í raun og veru bara Heiðmörk af því það var ekki heldur Norlingaholti það smá bara eins og Söðukrókur þú veist fattar, ég var í bæ en þú veist ég þurfti bara að labba nokkur 100 metra og þá var ég komin út bara í villta náttúru þetta hljóma bara alveg eins en síðan ég held að það fari bara alfarið eftir líka bara uppeldi og karakterum sko, ég þekki líka alveg lið sem bjóð í sveitinni og fór að reykja hass sko hverjir? Ég ekki að tala um ykkur en annars sko, núna á ég lítið barn 11 mánaða stelpu og bý bara í miðbænum, bara á Bræðraborgarstíg bara og allt það ég hugsaði svolítið þetta með hana af því að ég var eitthvað, sko, ég ólst upp á Söðukróki og bara í bakgarðinu mínum var bara fucking á þar sem ég var bara að veiða fiska og fyrir framan stórt tún og það er fjallagarðar allt í kring og þú veist, ég þarf bara að hjóla í svona 2-3 mínútur og þá er ég bara komin í sveitina og ég var eitthvað, þetta var fucking illa og þetta gerði mig að þeim sem að ég einhvern veginn og mér varst eitthvað svona pína eitthvað svona, hvernig verður alveg á Bræðraborgarstíg þar sem að barnið mitt labbar út þú veist, það bara labbar út og eina sem bara eru steyptar götur út allt þú veist fullt af fólki, bílar báðu megin við götuna, þú veist, þetta eru tvíbreiðar götuna, það eru orðnar að einstefnu götum út af, það eru bílar báðu megin einhvern veginn og ég alveg, þú veist, er þetta eitthvað þú veist, er þetta eitthvað slæmt? En þá, þú veist, hugsa ég bara, þetta er skeggjað spott til þess að upplifa líka bara Reykjavík first hand, þú veist, bara, þú veist, að upplifa borg svona inn í kjarnanum, ímyndaði mér líka sér flott, þú veist, ég er líka bara, þú veist, ég er jafn fljótur bara niður á Ingólfstorg og ég var að labba út í sveitina heima eða niður á höfnina ég er með höfnina líka í bakarinnum og ég fepp bara með stelpuna mína bara út í náttúrun og sýna henni hana bara eitthvað helgar. Mér veist líka bara veist, ég held að sé ekkit svar við þessu sem er eitthvað eitt betri en annað en ég held að við sko í grunninn bara í einhverjum líffræðilegum skilningi þurfum við á náttúru að halda en ég held að sko menningarlegi og þráin í malbyggið sé alveg jafn sterkur upp á bara alls konar bara upp á alls konar sko veist, það er bara að sjá bara borg er algjört það er snilt sko. Það er algjör list út af fyrir sig að sjá bara hvað menninir gerðu og hvað það gerðu, skilur, hvað samfélagi sem við byggðum skilur í heildsinni ég held kannski að það hvað þú ert in the long run, svona þegar ég svona virði sjálfur mig fyrir mér sem ólst upp í sveit samanburðu vinni mín sem ólst upp í Reykjavík þá kannski fatta ég að in the long term þá hefur þetta ógeðslega lítið að segja nákvæmlega hvernig karakter þú verður eða... Fannst þér allt gerast hratt í Reykjavík þegar þú komst fyrst í Reykjavík? Mér fannst sko, já menn talaði alltaf þetta sko eins og við þekkjum svo mikið að liði frá Akureyri
af því maður búin að vera að chilla mikið þar og fólk talar sko kemur, búið að búa þar og kemur til Reykjavíkur að það gerist allt svo hratt og svona fólk hreyfir sér hraðar og meira fólk drífa sig bara að kvart, er það kvart yfir því? Já, en það, ég síðan heyrði ég einhvern tímann sko skýringu á þessu, það ef þú ert frá Akureyri og kemur til Reykjavíkur yfir helgi og þarft að fara í Kringluna og þarft að hitta frænda og þarft að gera þetta ég meina það er einmitt ég er bara að finna það ekkert endilega á fólki nei, einmitt, þetta er bara þú að ferðast borgina, þetta er ekki borgin nei, það er alveg horrið til það maður ég gerist allt mjög hægt í Vesturbænum með mér sko sama hér maður ég bara labba hægt og fá mig kaffi sko einmitt herðu, á ég að lesa næstu já I got you man ég er bara ætla að opna þetta allt í guðu á ég lesa næst, ég var alveg búin að ákvæða hvað væri næst já, ég síðan skal ég svo tekur þú ok, því að næsta þennan tengist þér, Arnar nafni hvað varð Gabriel gaurinn með hekluðugrímuna sem enginn vissi hver hann gerði nokkur pop/raplög og hvarf á yfirborði jarðar var þetta Arnar með ekkert andlit? Ég náttúrulega get ekki tjáð með það þú getur ekki tjáð með þetta? Nei, þú getur ekki en sko, ég þarna núna náttúrulega vil ég Arnar sem ekki með andlit náttúrulega búin að vera með grímu síðan við byrjum að taka þetta ég veit ekki, það gæti verið að þetta sé Gabriel ég veit sko hver Gabriel en ég held að Arnar sé ekki gaurinn Gabriel Gerðið þú ekki lag með mér eða Gabriel? Jú, ég gerði lag já, nákvæmlega, en þú veist þetta er ekki leyndamál lengur Er þetta leyndamál? Ég vil allavega ekki vera gaurinn sem snitsar ef þetta er leyndamál því ég held að sé alveg var þetta rétt veistu hvað ég tala um? Já. Sérstaklega ekki podcastinu ég var að vinna á prikinu já, við erum ekki snitches sko. Ég var að vinna á prikinu og þegar Gabriel, gaurinn með heklu og grímuna lappar inn án grímu og ég fattaði ég tengdi saman af því að þá var hann búinn að gera lag með OP og einhverjum öðrum og hann lappar Valdimar hann lappar inn á prikið gott lag bæði með þessum einstaklingum og ég var bara I know, ég veit hver þú ert og ég segi og hann bara var semst hann að reyna eða ég, var hann að reyna að fela þetta fyrir öllum já, bara fela með grímuna í símanum nei þetta var þú veist, faldi þetta samt eins vel og hann gat einhvern veginn, þú veist, það var mér fannst þetta skemmtilegt ég dyrka þetta konsept ég meðast gaman að eins mikið og maður getur eitthvað hlegið einhverju með einhverju hekla grímu og það er funny en mér fannst þetta konsept skemmtilegt að allt í hennu poppar einhver gaurur að gera rap, hann gerir 3 lög og þau eru öll bara sko, þau eru öll ógeðslega vel, þetta eru skemmtileg samstörf ólíki listamenn sem eru að koma saman og productionið er alveg, þetta er alveg high-end dót, það soundaði svo vel með OP, þannig að stjörnunar vera geggja lag bara hvernig varst þið þitt lag? Hvað var það? Þú og Björn Jörundur? Björn Jörundur það er nú 2 þið eru nú frændur ég segja Björn Jörundur sögu ógeðist já, við ætlum ekki, en já, bara rifjið upp Gabriel, þetta örgulega ekkert allir af því að hann kom og fór svo hratt að ég trú alveg að þessi yngra fólk muni ekkert endilega eftir að þetta hafi gerst ég sko, lagið sem ég gerir með honum í dag ég skammast mér ekki fyrir það en þetta er svona dálítið þetta var svona dálítið það sem ég var alltaf að finna hvað mig langaði að tala og hvað ég var að gera þannig að textin er ekkert endilega það sem að ég stend fyrir í dag þetta er algjör ungur MC Gauti með hjólabrætt og mullet texti sko. Þetta er engin Einar með Gauta er Einar á Spotify? Djöðlega fólk endalaust að reyna að fá Einar inn á Spotify þurfum að fá Einar og getið startað eitthvað svona petition hashtag Einar á Spotify þetta er sko lang uppáðslag félag minn sko ég veit að heldur horfum ekki fullt leiðilegt þegar ég sá hann og mér langaði ekki að setja á Spotify þetta var pínu svona don't meet your heroes dæmi sko já en þú veist, ert þú ekki bara eitthvað að tapa peningum á hverju einustu mínútu bara meðan þetta lag er ekki á þú ert bara þú bara fílar lagið það lítið að þeir eru saman með þessa peninga kannski ætti ég að setja þetta á Spotify þú ættir að setja þetta á Spotify þetta petitionu farið að stað ég er búin að búið til að ef 100 manns biðja það en ef félagin minn biður það 100 sinnum þetta sem við Björnur við gerum þetta lag, við hittust aldrei í ferlinu þannig að ég tek upp mitt vers sorry,
smá history hana, hvað ár þetta? Manstu það, þetta 2012? Þetta fletti upp, þetta heitir skrifa bara Gabriel MC Gauti og þetta heitir Gleym mér ei, heitir lagið. Einmitt. Klikka vídeo, one shot. Já, flott vídeo. 2012. Herru, kólaði það. Ég er svo 2012, þetta einmitt, þetta bara ég kemur 2011 og þetta svona millibili. Já, þetta hvað sagður þú væri? Sólglirugna möllet, Gauti? Nei, hvað sagði ég? Hjólabröta möllet, Gauti. Hjólabröta möllet, Gauti, og þú getur með þess að sé það í vídeóinu, að spóla bara aðeins inn í það, vídeó sem að fólk þarf samt að googla. Já, bara googla þetta. Sjáðu, hann að gera, sjáðu Erðu þú eins og sko Ryan Gosling með þetta hár? Já, þú ert basically Ryan Gosling. Þú ert ógsta líkur Ryan Gosling. Nefnum bara svona ungur Ryan Gosling. Sjáðu. Og ungur og sætur Ryan Gosling. Þetta var svona one take, ekki? Jú, og tjekkaði bara endan á vídeóinu. Rauðu buxurnar. Ég veit að við erum, sjáðu þetta, bara lúðrasveit og tjötnin. Þú, hvernig náðu Gabriel að plana þetta allt með þessa fucking grím? Líka sko, fólk eitthvað kvart yfir í... Hvað er það með mörg views? Þetta 78 views, það bara 1 milljón í gamla daga, sko. Já, herri, ég ætla að segja með Björn Jörund að við gerum þetta lag, hittust aldrei, sen hittumst við, nú skaldu googla mynd, skrifa bara MC Gauti, Björn Jörund og Gabriel, gáðu hvort við fáum upp þessa mynd þarna á Þú verður bara að segja þess að sögu, sko, ég er að ærast. Já, ég veit það, en myndin verður eiginlega að fylgja. Ok. Hvað á fólk að geta googlað þú að geta fylgst með það? Kemur engin mynd af okkur eitthvað í fréttablaðinu eitthvað? Ég elska að hefnið okkar coverið mitt komið upp, en ekki myndin sem þú ert að tala um. Og heyrðu, þarna ertu í einar myndbandinu fyrir mig. En þú skrifa bara MC Gauti Björn Jörundur. Ok, ég skal segja svona. Herðu, allavega, við erum að taka myndatöku. Það kalt úti og ég og Gabriel, þannig erum við. Ég er í úlpu. Já, og hann er í... Hann mætir á svæðið. Hann er bara eins og ég, bróður Svartúls. Hann mætir á svæðið, Björn Jörundur, og hann greinilega búinn að vera á einhverjum bar. Í stuði? Hann var á einhverjum bar. Var hann í stuði? Já, og hann mætir, og ljósmyndari frá fréttablaðinu eitthvað, mætir á svæðið, og Björn Jörundur mætir, og hann er á fucking stuttanbólum, hann er kallt úti. Og ég er eitthvað í úlpu og Gabriel í einhverju jakkafötum með grímu, heklaða grímu fyrir andlinu, hann var mjög hlýtt í andlinu. Og Björn Jörundur mætir, og hann var að drýma þetta af eitthvað, og hann er að reykja síkó. Og ljósmyndarinn taka myndir, hann er svona, taka sígarettinni og hann heldur bara áfram að reykja og bara... Og ég segi svona, herru, viltu ekki, ef ekki sleppa sígarettinu bara svona, rétt svo meðan myndin er í gangi? Og hann horfði svona á mig og sagði, oh my God. Hvað? Heldur að mamma veit ekki að ég reykja það? Slam, maður! Roasted, maður! Held bara áfram að reykja, sko. Það er gangster, maður. Og síðan hitti hann árið seinna eitthvað, hann ekki hugmynd hverju var. En síðan, sko, náttúrulega, held ég að hann vita alveg hver ég er í dag. Ég var frægur í dag, sko. Hann alltaf í Heldur að mamma veit ekki, er ekki sík? Já, nákvæmlega. Er hann bara einhver aðalgurinn í hasamynd? Já. Eitt, side note, ég fattaði í gær, strákar, ég hef gert lag með Bubba Mortens og ég vissi það ekki. Hæ? Já. Ég er að leika í Trolls 2. Já. Er Bubbi líka? Bubbi og ég erum saman í lagi að vera tröll. Þannig að þú varst að taka upp vókalana á hans að vita að Bubbi var að syngja mótið þér. Já. Það er ekki ekki. Þannig að ég og Bubbi erum í raun og erum með dúo, sko. Já, Bubbi, mest strímaði tónlistarmaður í Íslandi. En gefum eitt shoutout á meme-dæmið. Er það ekki? Já, maður, þessi podcastala meme-síða. Er staðfest að þetta er ekki þið? Það er staðfest að þetta er ekki ég. Máli Hver er akkántin? Það er bara podcast... Þegar ég sá þetta var í pottindur þetta væri þið, en svo bara í sömu sekundu þá sé ég chattið okkar og þið eru bara eitthvað, hver er þetta? Er þetta þið? Nei, þú veist, ég get lofa þetta ekki ég. Er þetta ósnuð? Ég skal, þeir eru mér svo búin að, sko, að þeir að þau eru búin að posta sem sagt nýjasta þættinum og við erum ekki búin að gera. Nei, endur við uppteknum að búið til næsta þátt. Já. Vá. Þú veist að þetta podcastala meme-dæmi. Podcastalinn memes. Já, mæli með, ef ykkur átna... Er þetta ekki... Mæli með að hlusta, þú veist, hlusta á alla þættina. Þetta er eitthvað dískar Arnar sem er ekki með andlit, sko. Arnar sem ekki veit hvað er. Já, ég elska hérna meme eitthvað svona stöf. Síðan er fólk að tala það var eitt sem ég var búin að gleyma. Það er margir að tala kaff- og bíflugur svona, sem að og ég var bara búin að gleyma henni, ég skal fara yfir hann eftir en
ég ætlaði að lesa næsta dæmi. Vorum við bara búnir með Gabriela, ekki? Jú, bara við snitsuðum hann ekki. Snitsuðum Björn aðeins, en... Já, við snitsuðum hann smá. Nei, þú sagði bara töffst sög á hann. Ég veist það bara svarar. Hljómaði bara eins og töffar í þessari sög. Var hann í svona hlýrabóla? Hér ein sem að, ég veit ekki, ok, lesum það. What's up? What's up? Aron Mola talaði að hafa fengið andlega vakningu í Amazon-skóginum með sjaman þegar hann innbyrði ayahuasca. Spurningi mín til ykkar þá, hafið þið fengið andlegar vakningar á psychedelic-efnum eða gegnum hugleiðingar? Spurningin er ekki beint PG-13 alveg skiljanlegt ef þið kjósið að þegja. One love. Ég ætla bara basically... Hvað þarna eitt sem ég langar að nefna? Vissir þú að Mólin hefði opnað þetta? Já, hann opnaði þetta held ég bara hjá Sölvi Tryggva, það ekki? Jú. Já. Og málið, ég hafði talað við hann þetta sko löngu ár, þá var hann að spá í hvort hann ætti að fara? Nei, hvort hann ætti að tala þetta. Já. Hvort hann í jarðaði fyrir að tala þetta opinberlega. Ég held, og hann var það ekki, gerir ráð fyrir. Nei, ég meina, allir léttir. Erum við ekki líka bara komin á þann stað að, það er alltaf að ræða svona hluti. Sko, ég heldur sem... Hann ekki verði fyrir vikið. Að fólk verður líka að passa sig á því auðvitað að vaða ekki blind inn í svona dót. Ég hugsaði bara, hafið fengið andlega vakningar í gerðin psychedelic-efni? Nei, ég hef ekki fengið það, en ég get sagt ykkur samt bara hræðilega svepparsögur. Ertu bara með hræðilega svepparsögur? Já, sko... ég veit hvað sveppir og psychedelics geta gert fyrir mann. Varstu fullur að taka sveppi? Ég trúi innilega að þú gerir þetta undir réttri leiðsögn kannski, leiðsögn aðstæðum. Annarkvort í aðstæðum. Þú náttúrulega átti ekki að þurfa einhvern sjaman til þess að leiða í gegnum þetta. Þú átti alveg að gera þetta sjálfur bara heima þér. Ég nátt alls ekki taka ayahuasca einn heima. Já, ekki ayahuasca, ég ætla að tala um sveppi. Fólk getur alveg upplifað bara marstraðar. Halló, við vorum að tala um sveppi, ekki skamma mig. Nei, ég ætla að segja að ég held að ef fólk gerir þetta réttum forsendum og ekki að nota þetta, ég meina, að því að, ok, it's a fact, það hægt að nota sveppi sér til skemmtunar í einhverjum djamhugleðingum. Fólk að fara að djamma á sveppum? Já, fólk gerir alveg. En ég held að fólk sem gerir það sé stundum alveg, ég hefði ekki átt að gera það. Svona er ofta hann eitthvað, þetta var eitthvað funky kvöld með. Ég tók einu svona, og bæði ef það eru börn að hlusta að þetta er á ykkar ábyrgð núna. Sko, þetta svo varst að tala um með, þú veist, þetta með að taka umræðina, því mér líður eins og ayahuasca og psychedelisk efni og notkun þeirra og allt það, þú veist, einhver svona eðlileg, jarðbundin, skynsaleg umræðum þessar hluti er á svona, þú veist, ok, þetta er ákvað gráu svæði, en ég held að þetta sé svona smá eins og daginn, þegar Nóa-auglýsingin droppaði einhver auglýsing og allir voru á tippinu og þetta var eitthvað alveg bara, það var bara eins og þeir bara farið í gegnum eitthvað glerþak, en ég fann það þegar ég horfði á þetta, að við vorum löngu komin á það, það átti bara eftir að gera þetta og mér finnst það sama með kannabisefnið og þannig, þú veist, bara svona þetta, ég veit það ekki, mér finnst þau bara komin einhver staðar í höfðinu þótt að ég veit það ekki þó að svona popular opinion eitthvað. Já, ég held að popular opinion sé komin á eitthvað þó að eitthvað, þú veist, eitthvað svona í einhver reglugerðum og dóti og þetta stangast á við lög sé ennþá eitthvað sem er ábótavant, en ég heldur séum komin þangað að hvaða podcast sem ætti að geta talað um ayahuasca-notkun á þess að En sagan sem ég að fara að segja er samt basically hún draugasaga? Já, hún er ekki, það var ekki skynsamlega notkun á psychedelics. Já, þetta er svona dæmi hvernig þú átt ekki að nota. Hvernig þú átt alls ekki að nota og það var, ég man ekki, ég var úlingur þegar ég var heima á félaginu mínu sem ég ætla ekki að nefna nafn og af einhverjum ástæðum þá átti hann mjög mikið af sveppum sem hann hefði týnt og hann notaði ekki sveppi, hafði aldrei prófað sveppi. Hvað ertu gamall þarna? Ætli ég sé ekki svona 17 ára 16, ég verið svona 17 ára og ég er heima á félaginu mínum og ég segi, hvað, þú veist, verður maður ekki að prófa þessa sveppi? Nákvæmlega, forvitin. Það er ekki að prófa sveppi og ég teka fram í dag, ég nota ekki vímöfni í dag og þannig að ég er ekki að mæla með því að fólk taki þetta og sérstaklega ekki að það er ekki búið að kynna sér þetta. Allavega, það sem ég geri er, ég ringi félaginu og segi,
hvað tekur maður marga sveppi til þess að vera bara svona léttur á því, eitthvað, hann sagði, taktu bara svona 50-60, þá ertu góður. 50-60? Og ég byrja að borða það, skilur, og ég borða það. Og þetta er bara einhver annar úlingur og hann hefur aldrei tekið sveppi? Já, og ég borða 50-60 sveppi og síðan klukkutíma síðar, þá gerist ekki neitt. Það var náttúrulega bara að fá sér meira. Og það gerist ekki neitt og ég bara, og síðanlega 1,5 tíma, ég bara, herru, það er ekkert að gerast. Og þannig ég fer bara út og við vorum eitthvað aðeins að fá okkur að drekka líka og hver veit nema hafi verið eitthvað blys á svæðinu líka. Síðan fer ég aftur inn og við erum svona 4 gaurar að chilla saman og síðan bara man ég eftir sekundubrótinu það sem að ástandið mitt varð martraðar. Þú varst að komin í svona upside down world eins og í Stranger Things. Ándjóks, ég sat hana, við vorum 4 að chilla saman og það sem að gerist er að andlitin á öllum byrja að teyjast og allir byrja að öskra á mig. Bara hérna og ég frík út. Ég frík út og ég ætla vissi ekki hvað var að gerast. Aldrei upplifa neitt svona ástand. Hleyp út og er úti í ég man eftir þessu svo ótrúlega myndrænt að mér leið allan tímann sem ég var í teiknumynd þegar ég var að hlaupa og ég er að hlaupa og það er rigning úti og rigningin er svona eins og í anime þú veist og ég enda með að fela mig í einhverjum runna í geðshræringu bara að panika alltaf í rjóðurinu og ringi í vin minn og byrja símtali svona hver er þetta? Sagði þú hver er þetta? Já, hver er þetta? Hann bara, þetta er Gústi og það ringi mig akkur þetta ringi mig þú veist, bara hérna og hann pikka mig upp og það tóku við bara 5-6 klukkutímar af martruð bæði að því ég vissi ekki hvað ég var að gera ég var að nota önnur efni sem var að drekka honi í þetta og reykja líka og tók rosalega mikið magn og síðan var ég ekki með neina leiðsögn hvað ég var að gera góð hugmynd já, ég hafði ekki hugmynd um þetta þess að ég er að reyna að fyrirbyggja skilur, ef að fólk hefur áhuga á þessu fyrsta lagi mæli ég með að fólk býði þá myndi það orðið x gamalt Já, ég geti setna þessu hluti sem er mjög gott að heilin verði, þú er 17 ára þú ert svo döm þegar þú ert 17 ára býtu bara að þú 20 eða eitthvað ekki geta svo mikið magn Nei, og líka þetta er ekki nota önnur efni, aldrei áfengi er versta blanda við hvaða vímuefni sem skiptir ekki máli hvað það er, bara áfengi er alltaf slæmur kostur með öðrum Þetta er gott að reynda að segja svona draugasögu af því að þetta er listform og ef þú kynnir þér þetta vel og allt það þá fer þetta vonandi vel hjá þér en ég hef ekki af því að spurningin tengdist ayahuasca og einhverju andlegri uppljómin einhverju þá man ég ekki til þess að ég hef upplifað eitthvað margar andlegar uppljómanir eitthvað ég hef svona upplifað eitthvað svona sterkt einmitt að þú varst að tala um náttúruna eitthvað svona sterkt í tengslum við eitthvað svona líkama minn og náttúruna eitthvað, ég veit það ekki að vera eitthvað svona tenging að rækta eitthvað svona smá villimann og missa ekki tengslin við náttúruna og þú veist og líka ég fengi svona mjög sterka tilfinningu einmitt að þetta er svona að gera mig grein fyrir þú veist, skelinni sem líkama minn er og hvað ég þurfi að þú veist, þetta með munin á huga og líkama, að þú veist, hugin er eitt og líkaminn er faratækið og hvað maður þarf að passa upp á fucking faratækið bara að hugsa vel um það að vera, þú veist, að styrkja sig og vera í smá formi og allt það það var mín andlega uppljómin að ég þyrfti að passa upp á faratækið ég hef en mér langar að prófa ayahuasca ég vil að fara í eitthvað svona retreat bara getur podcastalinn einhvern veginn borga það ég og hann í frumskóin ég nefnilega að ég fengið dellu fyrir þessu og núna hef ég bæði, ég ætla að segja ég fengið svona andlega uppljómin í gegnum hugleiðslu því að hann spyr líka hvort að ég gegnum hugleiðingar en ég gef mér að hann sé að tala um hugleiðslu og ég hef alveg náða að hjartengja mig harkalega í gegnum þessu típisku jóka hugleiðslu skilur, bara andatæma huga, andæmi og það tengist líka því sem ég var að tala um þetta með þú veist að andadrátturinn og þetta sem ég talaði um þetta með líkamann að finna fyrir líkamannum síðan hef ég líka hef ég tekið tímabil þar sem ég mikrodósaði psilocybin sem að ég veit að það hljómar eins og
vímuefna notkun fyrir þá sem að hafa ekki kynnt sem málið, sem basically mikrodósa psilocybin sem er þú veist, í raun og veru psychedelic það sem efni sem að veldur ofskynjunum í sveppum til dæmis, en ef þú tekur það í mikrodósi og það taka réttan skammt til þess að hafa engin áhrif vímulega séð, en getur verið bara eins og bætiefni sem þunglyndislyf og ég ef að fólk vil kynna sér það, þá til dæmis ég hlusta á þátt sem heitir The Tim Ferriss Show episode 66, þar er farið alveg harkalega yfir þetta í 2 tíma hvað þetta er, hvernig fólk gerir þetta og vera að útskýra hliðarnar á því, veist, að því það er hægt að taka vímuefni og misnota þau eða djama með þau og allan þann pakka, og ég get aldrei mælt með því, veist, I don't give a shit hvað fólk vil gera, en ég mæli ekki með því, en ég held að við séum í allt og shallow umræðu hvað varðar til dæmis mikrodós á, ég meina hvað eru ofvirknislyf annað en mikrodós af einhverju? Þetta smá sem ég var að tala þetta með einmitt mikrodósinga, því að þú veist, ég er náttúrulega líka bara í minni bublu þar sem að einmitt ég bara veit fullt af liði sem hefur að taka mikrodósa hitt og þetta og svolítið í tengslu við bara andlegan léttleika, þú veist, bara í gegn bara depurð eða þunglindi eða kvíða eitthvað og prófa allan fjandinn, bara nákvæmlega eins og þú gerðir og kynnt sér málun okkar, þú veist, að þú varst að tala þetta hversu shallow þetta en mér líður svo við séum þetta miklu leyti komin þangað, þar sem að í rauninni mér finnst maður geta talað að mikrodósa shit næstu hvar sem kannski ekki alveg, þú veist, ég veit kannski ekki á RÚV, ég veit samt eitthvað, mér líður alveg svo að gæti allt eins verið eitt bara kvöld í vikunum var í Kastljósun og það var einhver gaur sem að væri vondi ekki, ég veit það ekki, þú veist, tæki umræðuna einhvern veginn, mér finnst svolítið verið að taka umræðuna hitt og þetta. En er þetta samt eiginlega bara þetta bara annarkvort þarf að vera, þetta annarkvort bara hræðilegt eða ekki neitt. En þú veist, eins og þetta bara umræðan kannabisefni, ég til dæmis bara fullkomlega hlindur því að frekar reyna að nota kannabisefni ef ég veikur heldur en ópíóða, og þá ég að tala ópíóða sem valda vímu og vanlíðan. Oxycontin eða Parkotin Forte eða eitthvað annað kjaftaði sem fokkar upp með maganum sko. En það sem alltaf tekið út fyrir sviða, það sem frábært að við séum í podcasti en ekki ein fyrirsögn á vísi.is sem ég bara banna fólki að gera út frá svona umræðu, að við verðum að vera opin á að tala þetta, til dæmis það er fróðleg þættir á Netflix sem að hvort að sé The Business of Drugs sem fjalla sko psychedelics, þeir fjalla psychedelics, þeir fjalla kókain, þeir fjalla crack, þeir fjalla crack. Crack. En þeir fara yfir söguna og fara yfir businessliðin á því og til dæmis í kókain þættinum, það er ekkert jákvætt þeir koma aldrei inn á neitt jákvæðan faktor af því það er ekkert fokkin jákvætt kókain, en þú getur til dæmis MDMA hefur verið notað í svona post er það ekki líka marriage counseling? Jú, ég hef heyrt það að það notaði með svona PTSD, þar sem að fólk hefur kannski upplifað að hafa verið í stríði og sé félagar sem deyja, eða fólk sem hefur lent í alvarlegri kynferðislegri misnotkun og getur ekki tjáð sig það, þá hafa svona samtalsterapíur í gegnum MDMA undir læknisráði skila brjáluðum fokkin árangri í að lækna fólk. Já, líka á no time skilur. Og hvernig ætlum við að loka augunum bara af því að einhver er að misnota eitthvað, skilurðu? Ætlum við að fara að banna hamborgara af því að það er einhverjur obese einstaklingar átt þér. Þetta er svo mikið sko, þetta sem að er löglegt, þetta er svo mikið eitthvað svona, eins og maður segir bara eitthvað svona cherry picking, að þeir sem að setja löggjöfina og allt það, þeir eitthvað, já, við leifum ópíóðana af einhverjum ástæðum, leifum við þá bara, það er sagan, þú veist, það er bara hefðin, þetta er það sem er leif. Pillur góðar. Já, pillur, good, þetta, bad, einhvern veginn, í staðan fyrir að setja þetta bara allt undir einn hatt og bara velja það besta, og þá held ég að ópíóðarnir verði frekar neðarlega yfir hluti sem eru gagnlegir og að það er hægt að misnota þetta fokkin allt, það er hægt að misnota allt álmáttuðum, en það er líka hægt að nota flest til góðs og mér finnst það vega töluvert þyngra heldur en að fólk minni misnota
af því að fólk mun alltaf með svona, þú getur ekki treyst öllum, en meiri hlutin mun nota þetta til góðs 100%. En ef við fólk svo skynsamt. Ef við leiðum umræðina aðeins upp á ayahuasca aftur, að ég ég spáð mikið í þessu og sýnt þessu áhuga. Ég held að til þess að réttlæta það að fara í ayahuasca treatment, bæði þurfa að fara til einhvers sem er legit ayahuasca. Hvernig finnum maður þannig gæja? En síðan, ég held að sé bara Google it away. Heldur að sjaman sé bara með eitthvað peit? Já. En það sem ég langaði að segja líka er að eins og í mínu tilfelli, ég fór að hugsa þegar ég fór í svona bataferli þegar mér leið til illa og þurfti að fara að vinna í alls konar málum hjá mér, þá hugsaði ég ætla að fara í ayahuasca og bara græja þetta, en það er engin quick solution og ég held að fólk þurfi að leita sér, lagaðu svefniðinn, prófaðu að hætta að drekka, prófa að huglega, prófa að hreyfa þig, prófa að gera alla þessa hluti, ekki halda að það sé til eitthvað shortcut treatment á neinu, skilurðu. Og ég held að fólk þurfa að vera gjörsamlega reiðubúið í að því að ég hef ekki ennþá hitt mannesku sem hefur sagt, það var ógeðslega gaman á ayahuasca, en flestir sem að ég þekki, sem hafa prófað það, tóku með sér einhverja lífsreynslu, sumir fundu lítið, sumir fór í martrakennt ástand í einhvern x tíma, en flestir sem ég þekki, sem hafa farið í þetta, hafa bara farið einu sinni, þú veist? Það er ekki að fara aftur. Hugsa bara í þau, en síðan þekki ég líka manneski sem hafa farið 20 sinnum og ég set spurningamerkjum við að hvort að það sé ekki óeðlileg hegðun, ertu ekki farin að sækja bara í, ertu ekki bara farin að sækja í eitthvað fucking annað ástand, skilurðu? Kannski. Að ég svo það lagaði bara einu svona ári með ayahuasca ferð til Perú eða eitthvað. Það sem úr bara að þetta er náttúrulega bara heavy psychedelic experience. Ælandi bara heila nótt eða eitthvað. Það er kallað the purging. Þá tekur klukkutíma að æla bara einhverju. Myndið þið ekki, fyrir mitt leiti, ég hef reyndar pröfa hvort, en ég myndi freka reykja DMT heldur en að fara í ayahuasca treatment, sko. DMT er þetta, þú veist, shortcut í ástandið af... Ég veit það, without the puking, maður. Sko, það sem að mér finnst áhugavert úr því sem þú varst að segja, þú veist, þetta með ayahuasca... Mér fannst það alveg pínu áhugavert. Ég vildi bara ekki staldra mikið við hvort ég vildi innbera ayahuasca eða DMT, en þetta þú varst að tala bara þá sem þú þekkir, og ég hugsaði sama þá sem að ég veit sem að þú veist, gert þetta, farið ykkur í trít, fengið ayahuasca, það er að það verið allir sammála að þetta hafi verið jákvæð upplifun. Að þeir hafi dregið eitthvað jákvæð. Lærdóm, ég meina þannig er bara lífið, þú veist, þannig er bara, þú veist, þannig, og það er magnað að geta farið í svona aðstæður, þú veist, að hversu oft er það sem þú upplifir einhvern svona, að þú finnir einhvern stóran sannleik, þú veist, allavega ekki ég bara upp í sófa heima á mér og horfa á Netflix eða eitthvað, svona stundum, litla sannleika, en þarna, þú veist, að gangi í gegnum svona og flestir, heyris mér, auðvitað eru til fólk sem lendir í martraðkendum aðstæðum, en mér finnst magnað, hvaða eru margir sem eru bara, þetta var næs, ég þarf ekki endilega að tala það, bara ég er í meiri sátt við sjálf á mig eftir að upplifa þetta, og það finnst mér fucking forvitnilegt, af því að ég meina, you only live once og allt það, og þetta hljómar alveg eins og eitthvað sem væri alveg hressandi að upplifa. En hafið þið heyrt með ayahuasca? Ég meðist mjög líklegt að einn daginn, ég bara finna, ég er ekki á þeim stað í lífinu, þar sem að mig langar taka ayahuasca. Og ég held að maður þurfi líka að gera þetta réttum forsendum, þú mátt ekki fara inn í þetta bara út af peer pressure eða að, þú veist, þú er búin að heyra þetta sér gaman, Nei, þú gerir þetta þú þarft að græja þig þú gerir þetta því þú gerir þetta því þú ert búin að vera eitthvað 3 mánuði á einhverjum subreddits á Reddit að kynna þér þetta og lesa greinar og upplifanir fólks og eitthvað og þú ert eitthvað, ég er tilbúin ég er tilbúin, mig langar að upplifa þetta. En haldið ayahuasca, þetta sé bara allt eitthvað sem við búum til, skilur í hausnum okkar til þess að fara í eitthvað almennilega sjálfskoðun, eða haldið að maður fari eitthvað og haldið að allir sem taka ayahuasca fari á eitthvað sameiginlegan stað. Veit ekki hvað það Nei, ég meina fólk náttúrulega... Er það bara einstaklingsbundið inn í... Ég held þú sér bara að upplifa þinn eigin aðleim einhvern veginn. Það eru margir sem tala Mother Ayahuasca og svona, að þú upplifir einhverja Svona einhver kvenkins nærveru eitthvað. Já, og ég held að sé bara,
að fólk getur svona sótt í sömu tilfinningu hvað varðar náttúru og lendi í einhver svona náttúrulegri tengingu en síðan, eins og ég segi, ég hef ekki reynsluna af þessu. Og þetta gamla góða, þú veist, það allt tengt og ég náttúrulega svo sögur pæling, sko. Þetta merkilegt eins og ég var hérna á eitthvað viðtal bara við svona geimfara daginn og þetta var RÚV þættir og það sem allir geimfarar tala að þeir átta sig á því þegar þeir fljúa í burt frá jörðinni að þeir svona, já fuck, við erum ein heild að því við sjáum ekki að það er svo erfitt að sjá konsepti, nú situm við bara hérna í einhverju bólstruðu herbyggi og erum að tala í einhverju mikrofóna og mann líður eins og við séum ekki tengdir neitt við almættið, en við erum en auðvitað hver einasti funksjónal partur á þessari jörðu saman hvort það sé lítill kakalaki eða við að sitja hérna eða geimfari eða whatever, tengist allt á einhvern hátt erum við að deila sama lofti sömu jörð. Og eins og gerist með geimfaran sem fyrir út í geim og horfður tilbaka á jörðina og eitthvað, fuck me maður, hann upplifir þetta trippy ástand af því að hann með þetta sjónarhótt og ekki smá bara sem að, þú veist, þessi ofskynjunar meðöl góðu þau einmitt gera þetta, þau rífa þig þú veist, þau senda á því semi-game. Já, þú veist, þú sér stóra samhengið og það það sem að geimfæring gerir þegar hann út í geim, hann sér stóra samhengið og fattar einhvern sannleik. Svona universal truth. Og hitt bara þú fer út í geim en þú ennþá í jörðinni. Mér finnst alltaf hættulegt við þessu umræðu og mér finnst þetta svo glata, mér finnst þetta alltaf skemma fyrir umræðinni eins og kannabisumræðan þegar að vera að ræða í lækningsskyni og CBD og allan að pakka jákvæð áhrif sem að við getum haft út frá því að testa kannabis meira, að þá alltaf einhverju 3 gaurar sem fara að reykja beyglu í tjaldi á Austurvelli og bara, já, nákvæmlega, skilur má bara ekki reykja það í numur reykjaðik og maður allir bara ekki taka amman í fucking beygluna beygluna það oft svona eitthvað svona einmitt á 420 þegar einhver Amalina mömmu Hvað áttu fleiri? Hitler líka. Og Hitler líka? Hitler ámæli 420. 420. Nei, 80 ámæli fyrir ekki. Hann var bara, blaze it. Var hann eitthvað að blazea? Ég held að hann hafi bara verið á einhverju nasista amfetamíni bara út í rauðan döðan. Herri, og taka eina spurningu viðbót. Ég held sko, sorry að ég þurfa að stoppa þetta. Þú ætlar að stoppa ég bara Við komumst yfir 2 spurningar Nei, ég las held í 2 eða 3 ár Halló Ég tók það fram Ég pínu tæpar á tíma og það er komið klukkutími Við lofuðum bara Við höfum bara lofað fólki Nei, við erum ekki að svíkja neitt En takk fyrir okkur Við erum út allt, við erum á YouTube, við erum á Spotify, við erum á öllum podcastöpunum, endilega subscribe-ið og í þessum þætti vorum við að svara fyrirspurnum sem að berast frá fólki, mest í gegnum Instagram, það voðalega þægilegt, við erum podcastilun á Instagram, senda okkur hugmyndir, umræðu efni, skoðanir og mýmgæi halda áhrif að gera það. Og ef þið eru reið, sendið okkur ekki skilabóð. Jú, losum það er ekki gott að bæla niður tilfengar bara ef þau eru reið þá bara láta okkur vita en sko einhugmynd, ef þau eru reið verið reið en kommentið það á eitthvað annað podcast þú veist, taki út reiðina á einhverju öðru podcasti verið reið, tala það en bara ekki blanda okkur inn í það ekki gefa okkur fástjörnur en þetta er gaman, ég algjört shoutout á podcastala memes og bara alla sem hlusta þetta mikið að góðan topics maður alla sem að senda okkur inn eitthvað fallegt þetta er búið að vera beautiful við elskum ykkur